fara í árásinnar eða verða þeir að bakka niður og reyna að verja skotin. Já, þetta annarkvort. Þeir voru búin að reyna að spila 6-0 með aggressívan bakvörð, það gekk ekki. Þeir fóru í 5-1 og það gekk ekki, búin að fá sér 19 mörk og þeir eru búin að skora nóg Valsmenn til þess að vinna það. Þeir þurfa ekki að hafa ágjör af því. Sko. Koma KM hérna aftur í fyrstu sókn seinni hálfleiks. Það visti aðeins vera híka á þeim svona í byrjun. Þetta er góð vörn. Já, þeir eru mjög... Nú þurfum við að fá hendina upp á dómurunum. Já, hún kemur trúlega upp bara mjög fljótlega. Já, kemur upp strax. Eða skotið. Það eru náttúrulega að hirða frákastið, sko. Gengur ekki að láta markmann verja þegar slá hann eitthvað og KM taka boltann. Og Friðrik með sitt fyrsta mark fyrir KM. Já. Gefið hann inn á línu en það er greinilega að leita þess meira línunni. Já. Og KM hafa ekkert breytt hjá sér varnarleiknum og telja að hann alveg er nógu góðan til þess að klára þetta. Já. Skot. Vel gert. Hann ekki... Og Sveit skorar. Þeir vinna boltan þarna. Ég misti hún eiginlega bara að þessu. Sveit kom inn í eftir að flauta og bara hirti boltan þarna á miðjunni. Það er spurning. Einvarur er mjög óhress með að hann hafi ekki verið 3 metra frá en það er spurning. 3 metra frá! Heimilt að vera hversu nálægt máttu vera eftir að flauta. Ég held að ég nú að rætast úr kastið innan hrings en ég veit það ekki. Ég finnst það bara allt í lagi. Þetta var bara... Ég finnst það líka. Vel unnið hjá Sveini. Bara klókur og... Já. Hann fær 2, já. Þeir eru eftir á þarna. Já. Þetta eru eitthvað 52 myndir hjá þeim, búin út af núna þá með... Já, hann fer strax í gegn. Þetta er náttúrulega, sko, af hverju eru hornavarnarmenn ekki búin að reka vörnina inn? Þetta er svæði sem opnist alls ekki. Hún vil hleypa þeim frekar inn í hornin. Þröng færum vill 1 og 2. Þú ert búin að... Já. Þú ert búin að fá eitt mark úr hægra horni hjá KA og 1 úr vinstra. Hitt hefur komið frá hér á miðjunni, sko, og enn kemur hann hana. Komið með 9 mörk. Það er náttúrulega... Gallinn er náttúrulega fyrir þessu stráku sem Bjart sem er svona stór, hann er þyngri á fótum og ef hann fær enga hjálp sikkurum meginn við sig þá er þetta svo stórt svæði sem hann þarf að taka. Já. Og þannig eru þeir manni færri þannig að hann þarf að velja hvað hann ætlar að taka. Já. Vel gert hjá honum. Vel gert. Færi boltan frá vinstri yfir í hægri aftur og gerði það bara mjög vel. Já, í gegn. Vel gert hjá Agnari. Agnar með sitt 5. mark og nú skora hann á 2 hér í... Sérðu, þarna aftur. Þarna var hann að flýta sér mikið. Það átti að vera mikill kraftur þessu skoti. En þarna opnaðist aftur miðjusvæðið. Já. Og upp á fljótfærni. Agnar full bráður, búinn að skora 2 og ætlar allt í einu að... Og núna er maðurinn að koma inn núna, þannig að vel gert hjá þeim. Já, þetta var... Vel unninn bolti á Gunnari. Gerði þetta mjög vel. Nú þá kom Jarós. Já, kom Jarósina. Ekki híka. Bjartur á miðjunni, það er ennþá verið að taka sömu umferð, reynda að gefa hann á línu.
Yfir í peysuna. Þetta Sigþór klippir inn á Svenna. Já. Það verður þyngra fyrir Valsmenn þegar þetta er gert. Já. Vel gert. Já, þetta var góð tilraun. Þetta var alveg vel þess virði. Boltinn yfir hérna til hægri. Ekkert, já. Það sáu þeir ekki hornamanni hjá sér. Garðar var alveg frýr hérna í horninu hjá Káa. Já. Og aftur frákast. Já. Þarna liggur töluverður munur. Þetta er þriðja ef ekki fjórða frákastin sem þeir eru að taka svona. Já. Og þetta er, mér finnst svona Káa vera á undan enn sem komið er í öllum sínum aðgerðum. Já, vel gert. Mjög vel spilað. Mjög vel spilað. Þeir eiga bara að leita línuna aftur og aftur. Koma að hlöðu miðju. Hann er svolítið klaufið í strákunum. Hann er að hrinda löngu eftir að... Já, þetta er óskynsamt. En ég sá þetta ekki alveg. Ég veit ekki alveg hversu mikið þetta var. Það má bara segja svo maður komin í loftið og þú ert að hrinda aftan á. Það breytir ekki hversu mikið eða lítið það er, sko. Það er svona kjánaleg og svona... Þetta er eins og maður sér óþarfa brot. Já. Koma Káamenn hér enn og aftur, einu fleiri. Já, blokkiringin. Þú fer hann bara í blokkina. Já, þarna verður Bjartur að skila blokkina af sér og mæta á svæðið. Þarna voru þeir að gera þetta rétt. Þarna, eins og við vorum að tala um á hann, eitthvað aðeins meira taktískt. Þarna hefur einu verið að tala við þá bara í hálfleikvaflöft og sagt leitið að línumanni, látið hann blokkara fyrir ykkur og fá yfirtölum. Nei, mótt að fara í gegn, svo. Já. Það er bara að draga vel. Og vel valið. Já. Þeir geta komist mununa í 6 mörk. Já. Einu manni fleiri. Já, Hágæð. Mínúti viðbót. Já. Þarna kemur blokk og Óli blokk dæmi. Blokk, já. Smellir. Vildu Valsmenn til lífs núna. Það hefði verið mjög erfitt þó að séu þetta mikið eftir að leiknum. Það er mjög erfitt þegar það er erfitt að koma tilbaka. Já. Það tekur orku og ef það er nálgast að þá er hægt við að koma bakslag í það. Já. Koma Valsmenn hérna. Við erum að sækja á þó við séum við færri. Bjartur kemur þarna. Já, vel gert og yfir í horn. Aha, nú. Já. Vel gert við Alexander. Þeir verða að halda áfram að sækja. Munurinn er komin í 4 mörk. Já. 20 sekundur í að maðurinn komi inn. Það kallar innmörður inn á. Já, vill fá eitthvað. Já, sér fer aftur bara á blokkina. Þetta er svona að tala um hérna leikmann hérna númer 14, hann getur verið Daniel, hann getur verið línumæður, hann getur verið hornamann. Hann er greinilega kannski upplægi línumæður. Hann er upplægi línumæður, góðu línumæður. Já, kann vel að blokkera og... Já, hann kemur hérna inn og þeir raunum fleiri og setur upp góða blokkeringar. Já. Og set... Áfram að klippa á. Já, því það hefur hjálpað. Nú kemur hann inn á að fara út aftur en það... Já, á að sækja hann hérna. Já. Á fer svo sjálfur. Það er hann inn, vel gert. Já. Ég finna hann vel hann inn á línni. Já, hann er svona góður á línni hjá þeim. En Valdimar, hann er komið 5 mörk. Já, hann er virðist vera í fínu jafnvægi. Því að þó að sé vera að pússa á hann, þá virðist hann halda alveg jafnvægi á líkamannum. Já, og vinnur sér vel í stöðu og svona góðan leikskilum hvar hann á að staðsetja sig. Komaður hérna aftur á Valsmenn eiga. Það er skipt markmann aftur, Lárus komin í rammann. Já.
Óskynsamlegt, en ekki nóg. Nú hefði hann átt að bara skjóta upp í fjær. Sérðu? Enn og aftur Sigþór fyrir gegnum miðsvæðið. Já. Hvað, hann komið 10-11 mörk? Já, hann komið 11 mörk. Og allt þetta í gegnum svona nema eitt hérna á hann eftir blokk einu fleiri. Þeir eru hérna, þetta er mikið einstaklingsframtak hjá honum, en það náttúrulega, þetta er bara þeirra stíl KM-manna. Það eru allir að taka á, það eru allir að reyna og... Það eru að skila vel þarna, ja, allt liðið í rauninni, það skiptir máli, svo að Sigþór sé mikið drifkraftur þarna miður. Já, ég meina þeir eru, sko, og þeir eru allir að skila boltanum til að vel frá sér, sko, þeir fara í árásina, en það er ekkert lélega sendingar, þannig að næsti maður sem fyrir árás, hann er að góðu jafnvægi og kemst beint í kontaktin. Nú er spurning hvað þeir breyta, hvort þeir ætla að breyta varnarleiknum aftur Valsararnir eða hvort þeir sé að skerpa á sóknarleiknum. Mjög líklegt þeir sé að reyna að skerpa á þessu sóknarleiknum, en aðeins búið að hyggsta þeir síðan búið að klippa á Svein hérna hægra megin. Þannig að þeir eru að spila þetta kerfi þarna þrisvar í röð og fá mark út úr í núna síðast. Já. Þeir eru kannski aðeins að skerpa á því. Líka verða er náttúrulega að taka hér aðeins til í varnarleiknum. Þannig að það eru búin að 39 mínútur á þessu leik og þeir eru búin að skora 21 mark. Í flestu tilvikum ætti það að duga til þess að vera yfir eftir 30-40 mínúna leik. Sko. Já, það ætti að vera það. Og það er líka kannski bara að mörkin sem eru að koma eru mikið gegnum miðjusvæði. Já. Sem að þessi einu fleiri eða færri eða jafn margir. Mörkin eru að koma mikið þar í gegn þar sem þú vilt ekki fá skotin eða fá færi. Við sjáum hvað þeir gera núna þegar hann setja eitthvað upp. Jú, hann leysir inn og leysir núna. Já, eiginlega sama á það. Já, fær tvær bara núna. Þetta er hárrétt. Já. Það er náttúrulega, þeir geta ekkert mótmælt KM-menn, ég menna, þetta er önnur brottvísunin og það eru búnar, og þú talum á 40 mínútur, það er ekki mikið, sko. Nei, menn, hann hindrar bara mannin og hendur honum, það er Sveinn leitar að lína. Já, fann hann vel inn á línunni, hann var erfið aðstöðu. Koma þar aftur. Já, hann spila aftur yfir á Svenna hérna, aftur. Þetta var ekki skynsamlegt. Nei, það vantar eiginlega kannski aðeins betri undirbúning í þetta skot. Já. En þetta vil nú oft svolítið verða þannig, það er búið að taka þér umferð í langan tíma. Já. Og þú finnur til skildurnar að ábyrða að fara að gera eitthvað. Já, þú færst ekki færi á því. Finnst þér að hafa verið lengi á þess að vera í kontakt við boltan, þannig að þetta gerist mjög, þetta er svona eðlilegur hlutur. Já. En þarna á bara, þetta kerfum gengur út og hann taki ákvörðunina hvort hann eigi að setja hann á ramma línuna eða spila yfir og hann þarf bara að meta það. Já, vel varið. Já. Mér fundist lítið það er lítið uppkerslu, það er lítið hratt tempó hérna í annari bylgju í leiknum. Miklu meira til þess í fjórðaflokksleiknum sem við sáum áðan kalla, þar voru bæði lið sem keyrðu grimm. Já, það er ekki hér en samt er mikið skorað, sko. Ragnar búinn að skora 6 mörk hér í dag og þessi leikur getur farið hvernig sem er. Þetta eru 4 mörk og það vil oft verða í leiki sem mikið er skorað að sviftingarna getur orðið hraðar. Það snýst umfram allt það að Valsmenn nái að þétta vörnina. Leið og það gerist þá verður muninn fljótur að minnka. Já. Leysir fyrir inn hérna. Já, klipp og næsta hérna. Hann varið aftur. Já. Hann varið á Lárusi. Hann að komast í gang fyrir okkurinn. Já, hann nokkuð mikið inn í fyrra. Það munar mikið það fyrir Valsmenn ef þetta er ruðningur. Komaður ég sé þetta ekki mjög hröða sendibylgja. Þetta er bæði lið, KM-menn eru aðeins hraðar en Valsmenn eru
eru lengi upp. Já, og verðast ekki hafa hugrekki til þess að virkilega keyra á. Nú ætlar að setja upp eitthvað annað. Tveir, kallar Heimir. Vinstri bakvörður sem á leið sinn, að tæma hérna, já. Vel gert hjá Agnari. Hann er að draga vagninn vel hjá núna. Já, hann kom með 7 mörk og svona, hann er svona þessi leikmann sem að hverfur í smá tíma, svo kemur hann aftur með 2-3 góð mörk og dýrmætt fyrir Val að hafa svona strák. Þarna Mæri með góðum vilja við hægt að reka út af vegna en þetta á svo sem ekkert alvarlegt þeir eru á eftir. Þeir eru hans á eftir, það er spurning hvernig það fer með aftur frákastið. Þetta er fjórða eða 5. skipti sem þeir ná frákastið og marki. Og þarna er Atli Fannar með sitt fyrsta mark í leiknum og fyrst hann skoraði þá skipti hann út af. Nei, þeir eru breytum varnarleik hérna KM aðeins. Þeir ætla ekki að klippa meira út í smá tíma. Og enn það helst þessi munur í 4 mörkum. Já. Þeir hafa ákveðið að Einar hefur ákveðið að hætta að taka umferð og fara í bara hefðbundna spila hérna þess að ása. Þeir ætla samt að klippa aðeins hérna megin, já. Spila á svona 5+1 hérna herra megin. Já. Breyting tengt því kannski að nú er Svenni komin í hornið og Agnar í. Já, vel spilað. Þarna átt hann líka möguleikum að skjóta sjálfur. Já. Sett hann inn á Gunnar. Og Gunnar með sitt fyrsta mark. Þeir verða náttúrulega Valsmenn þeir mega, ég ætla ekkert að taka það Sigþóri, hann er búinn að vera frábær í þessu leik og allt það, en Valsmenn verða náttúrulega að stoppa hann. Rauningur, já. Þarna áðan náðu KM marki úr öðru tempói eða eftir hraða miðju. Já. Það er dýrmætt mörk. Já. Nú breyta er hérna, kemur hann hérna, býður. Þarna er strákur sem nú er 13, búinn að vera hérna í horninu og fær allt í hennu að... Hann kom inn á þegar hann var reikinn út af. Þegar Sigþór fór út af, hann fór út af að spila aðeins, nei hérna hvíta aðeins á hann. Já, en Sigþór er greinilega svolítið allt í öllu, þeir færa hann hérna núna inn í hornið og hann tekur samt straugið á fullu og hver sækir hann? Hann sækir hann á miðina því hann veit að það er alltaf opið. Það eru 15 mínútur eftir þessu leik og staðan er 28-24 fyrir KA og þeir eru búin að vera með yfirhundin allan tíman og háðu mest 6 mörkum en Valsmenn hafa komið annars slagið tilbaka og minkað niður í miðuna. Sko. Vel gert hjá honum. Hann er óstöðandi drengurinn með 13 mörk. Tilbaka Sveinn. Þarna komið, þetta er góður hraðan tilbaka. Já. Sveinn kom með 5 mörk. Koma KM hérna aftur. Þeir færa á svolítið til í stöðunum. Gjörðu. Allir með góða fylgdur, þessi strákar. Kemur hann aftur. Velvari. Árus kom með 7 skotvarinn. Góð sendingan tilbaka. Hann gerir þetta vel inn á línni, strákar. Já, hann gerir þetta mjög vel, Valdimar.
Sjá hvernig líka Bjartun er að koma að ógna á hérna til hægri og senda tilbaka og Alexander, það er mjög vel gert, hann er að opna þarna svæði. Já. Valdimar er komið 6 mörk og hann er svona flott jafnvægi þessi strákur. Svo núna aðeins púsað baki á hann og hann bara hoppar hann aðeins herra og nær að snúa sér í loftinu. Nú er munurinn komin í 3 mörk. Já. Nú er mikilvægt fyrir Valsmenn að halda þessari vörn hérna, að vera að koma sér aðeins nær þessu. Já. Við erum búin að fá tækifæri áður. Vörnin er aðeins svona að þéttast hjá þeim og farnir að hreyfa betur og fara í 4-2. Já. Þetta vinnaði boltann. Já. Og eiga það möguleikann að koma sér yfir í 2 mörk. Þá getum við hort fram á spennandi lokamínútur. Já, það getur verið, það er alltaf, það er ekki skref reyndar og þá, það er ekki skref. Nei, það er ekki skref. Og þetta var hreyfing á öfri búk ekki í löpum. Koma Valsmenn hérna að reyna aftur sama. Já, taka 2. Þetta er innlýsingin, koma þær á. Fer hann ekki í blokkina. Þeir eru svona, kollurinn ekki alveg á réttum stað, sko. Nei, þetta er, þarna var ekkert viljandi í gangi. Nú Valsmenn aftur séns, þetta er þessi annar sénsinn að minnka 2 og fer inn úr horni og lína, já. Þetta var rétt. Þetta var rétt. Og nú koma þær á hratt. Markaboltar. Valur á boltan og fæði 3. sénsinn. Og komið sér 2 mörk. Nú 11 mínútur eftir og í staðan 29-26. Hann verður að stoppa. Hann verður að stoppa. Þarna vil ég sjá Bjart vera aggressívari. Hann átti þarna 3 góð mörk í byrjunleik sem nú þarf hann að taka stíga þessu upp. Já. Já, Bjartur hefur ekki sést mikið inn í seinni hálfleik. Nei, hann byrjaði mjög vel, byrjaði mjög aggressífur og við erum ánægð með það, en nú þarf hann að taka hérna á skari. Hann er búinn að eiga hér, hann er búinn að eiga 2 góða línusendingar. Hann gerir það mjög vel, mjög góður og öruggur spilari, en hann þarf að koma opnum frá honum líka. Þeir eru búin að vera skot hérna mestmögnis frá Agnari eða Svenna í hægri skiptunni. Já. Og nú þarf að dreifa því. Já. Það er sko, hann þarf að koma hér inn á miðsvæði eða nú er hann komin út í bakvörðin og... Það er að spila með 2 línur. Já. Sjáum hvað Valsmenn gera hérna núna. Taka þeir 2 aftur eða hvað ætla þeir að reyna. Já. Það er eitthvað smá pásu til þess að setja upp. Já. Þeir taka þeir... Já, nú fær hornafærið og skora. Já, þarna var hornamærið farinn. Og... Sveinn var eitthvað aðeins þarna. Það er alltaf lægi að láta í sér, láta að finna fyrir sér. Já. Og nú er munið 2 mörk, það er 10 mínútur eftir, þannig að þetta verður spennandi hérna í restina. Já, það er, nú verða KA-mennir verða í raun og veru að skora, annars er leikurinn bara búinn að opna sig allar áttir, sko. Og sama hérna hjá KA-mennum, hann var virkilega öflugur hérna Snorri í fyrri hálfleik. Fyrri hálfleik, hann hefur ekki gert mikið. Hann hefur ekki gert mikið í seinni.
þetta var svo sem ekkert hann. Nei, hann fer þarna með rauninni andliti í hendina á honum. Já, já. Núna gefst KM-mönnum að Samfélskapið smá ráðrúm til þess að... Já, aðeins að svona að pústa og það búa... Já, aðeins að setja upp, þau þurfa að setja vel upp þessar sóknum sér. Já, já. Valsmenn eru búin að anda vel niður í hálfsmála á þeim undanfarnar mínútur og búin að minnka þetta niður í 2 mörk. Ekki högg á nefið Daniel. Já, hann er aðeins slegið þarna niður. Alltaf setja Sigþór aftur inn í hornið, sjá hvort það sé hægt að þeir eru að breyta þess hérna og þá kemur Sveinn hérna, Sveinn tekur það bara... Heimir er komin á miðjuna. Já. Og verður þyngra fyrir vikið. Hann tekur hann vel á. Hendi fyrir trúlega fljótlega, já, kemur bara upp núna. Já. Það er bara fríkasti. Það er komið beint í skott. Og skorar. Vel gert hjá honum. Já, Heimir gerir þetta vel. Heimir gerir þetta mjög vel. Nú er hendin komin upp. Já. Þeir detta niður 6-0 núna KM-menn. Fundist búin að fá mikið á mörkum á sig undanförnu. Það getur nú bara hjálpað held ég. Já, já. Þeir keyra hratt á KM-menn. Já. Aðeins búið að bætast í hraðan upp á síðkasti. Síðustu mínútur. Já, menn hafa aðeins bætt í og það er núna 8 og réttur 8 mínútur eftir þessu leik og þetta er allt í járnu hérna. Gæti bara að fara í framlengingu þess vegna. Það er alveg möguleik. Svo þetta er, hann er farinn að komin allt á langt yfir til að skjóta. Nú geta Valsmenn bara farið í... Nú geta það farið í 1 mark. Þarna spurning. Já, ég hef þetta bíti. Já, ég ætla bara að vera heiðarlegur með það. Mér fannst það fara með öxlinn í henni. Já, ég held það. Það er spurning hvernig dómarinn er staðsettur og það hef ekki séð en ég held að það hafi verið alveg á hreinu. Leysa þær inn hérna. Já, nú kemur hann bara beint í skotið. Og vel varið. Nú kemur Bjartur Árásson að vel gert hjá honum. Og skorar. Mjög vel gert. Vinnur hann 1 mark. Þetta er ekki ruðningur það, það var hann bara að reyna að fiska ruðningin. Já, það er spurning. Já, hann læti sér detta. Valsmenn eru ekki sáttir með þetta að næstu kosti. Nei, maður er náttúrulega ekki sáttur heldur sem þjálfari. Þetta, það er... Kemur Bjartur aftur hérna og skot. Já, hann verður bara, eins og þess að tala á þann, hann verður bara að koma núna og virkilega hamra á marki. Það er, meina, hann getur þetta svo auðvitað eins og sést núna í þessum 2 góðum mörkum sem er komið frá honum. Já. Hann þarf bara að gera meira af því. Já, já. Nú, Einvarður hefur ekki tekið time-outið eða neitt. Nei. Það spurning hvort hann er legað inni ef hann kemur í restina. Já.
Vel varið hjá vörninni. Þarna voru þið búin að loka Já, þarna kom Bjartur vel undir í hjálpavörnina og tók skotið bara með bringunni. Já, þetta eru tvær. Já. Mér finnst það samt eins og áðan, finnst mér aðeins fara með fæturnar undan sér. Það er erfitt fyrir dómarinn að meta hvort að... Já. Það er þriðju tæminn með hann. Já. En hann stendur svolítið ill á hann þegar hann mætir honum og þess vegna lendir hann eftir á. Já, það er sko, í raun og veru er þetta ekki gróft brotið hjá hann. Nei, alls ekki sko. Langt í frá sko. En það er eins og, við sjáum hérna, þú sjáum ekki mynd, Óskar er að tala við hann og einmitt að skamma hann fyrir þetta. Hann er of langt til hægri. Já, og leifur hann að komast inn á miðjum, það er verið að loka og taka á mótum og loka leiðin inn á miðjum. Já, og þá ertu komin í vandræði. Já. Og þú lendir aftan í skothönd og... það lítur bara illa út. Já, þetta var ekki gróft sko. Og hann fer aftur í gegnum miðjuna. Ég held reyndar, ef ég væri þjálfari hjá hann, þá myndi ég senda Svein eða eitthvað á miðjuna fyrir einu færri og færa Bjartur í bakvörð því að Bjartur á ekki möguleika einn á hann Sigþór sko. Ég myndi bara frekar vilja svo bara meiri hjálp undir. Undir, já. Já, Þarna vinnaði boltan. Þeir geta nýtt hennar kafla hérna vel, þeir geta unnið með 2 og skora hérna. Vel gert hjá Sveini, vel unnin. Vel gert hjá honum. Vel gert, hann er mjög góður í þessu. Eitur snakkur fram. Já, bara, hann hefur greinilega mikið vald á boltanum og gott jafnvægi. Já. Munurinn 1 mark, 30 sekúndur í að Valsmenn fá sinn mann inn. Það var búast með smá hörku núna. Já. Það eru 4 mínútur eftir af þessu og allt opið ennþá. Nú er hann að fara á blokkina. Já. Bjartur kom ekki í undirvinnuna og hjálpina. Já, þarna á náttúrulega eiginlega Agnar bara skila blokkinu af sér niður. Jú, en það Nú verða Valsmennir bara að skora, það er 3,5 eftir og nú verða þeir bara... Já, þetta er nú allt. Það er svo sem ekki 100 í hættunni og... Nei. Koma Valsmenn hér aftur, stillu upp. Þetta er jafn margir. Já. Á einlensinguna aftur þarna. Já. Og það tæpur hann á honum, vel spilað og vel varið. Og glæsilega varið. Mikilvæg markvarsla. Mjög mikilvæg varinn boltinn. Já. Það var vel spilað í Valsmennum. Já. Þeir voru búin að gera þetta mjög vel en bara hann... Bjarki varði þennan bolta bara mjög vel. Og kemur hendin upp trúlega fljótlega bara þeir... Nei, lín... Vel unnin. Já. Nú þurfa að keyra á. Nú verða bara að keyra á. Ekki að skila sér. Vel unnin bolti þarna hjá Snorra. Já, þeir eru aðeins að missa hausinn. Já, það er erfitt að elta. Já. Allan leikinn. Þú ert búinn að leggja allt í sölunar og reyna og svo... Þeir skora, Garðar skora. Garðar skorar.
Þú ert fann að sjá Glitta komin niður í 1 og svo allt inn í skora hínir. Þetta er auðvitað erfitt og þú ert í bikarúrslit og vilt leggja allt í söluna til að vinna. Bjarki full nálægt, hann vera aðeins lengra frá, nota hæðina. Ekki alveg klárir, mismunandi skilabóð, hvað ætla að gera. Það fáir innlýsingur á Valdimar hérna. Já. Þá er þetta komið í þessu leik. Já, þá er þetta. Þá er raun og veru 1,5 eftir. Þá er bara að skjóta. Þeir þurfa að koma knöpp í slú. Já. Þá er bara að skjóta strax. Þeir eru, já. Þeir eru einu færri en þeir þurfa að pressa í skot. Þeir verða bara að pressa og leyfa einhvern veginn. Leyfa hann bara að skjóta, ekki ít og ekki neitt. Já, og þeir eru að keyra hann á þetta. Já. Sveinn verður að biðja boltan, hann er svona þeirra flinkastur með hann. Allir er ekki nýtt af. Já. Þetta eru 3 mörk og það er mínút eftir. Þetta hefur sést en það verður erfitt. Já, það er bara með að skjóta strax. Það verður bara einhver að fara inn. Þú sér það svona. Það verður bara að koma skjóti. Já, maður getur komað hík. Það verður bara að skjóta. Og þá var hann mættur í hornið og hann er komið 14 skot í þessum leik. Hann steig vel upp í setjanleik. Tók mikilvæga bolta. Já, mjög mikilvæga. Árásverð hinum megin. Dómari, stoppa. Víðsteig sé eitthvað greið. Nú, það er hálf mínúta eftir en við sjáum það að Þetta er nú komið. Já, bikarmeistarar í ár að það verða KA í 3. flokki. Já. Þannig þá er það Selfoss í 4. kalla, Selfoss í 4. kvenna, KA í 3. kalla og síðan er hér á eftir úrslitaleikur Fylkir Fram í 3. kvenna og síðan er það FH hverju voru það í öðrum var ekki FH var það Akureyri líka? Nei, það var FH Stjarnan. FH Stjarnan, það er rétt, Stjarnan vann, það er rétt fyrirgefið. KA eru með Íslandsmeistar í 3. flokki í fyrra. Já, það? Já. Þá þeir sem eru hér á eldri ári hérna núna og þeir sem hafa gengu upp í, já. Þannig að það er mikill efniviður hérna fyrir norðan. Já, þetta er flott lið. Og ég held að það hafi verið mikið gæfuspor fyrir Akureyringa að hafa ákveðað að sameinast í eitt meistaraflokksslið. Já, það... Ég held að það stað fyrir að þú sé að berjast þessa stráka í... Já, það er náttúrulega 2 lið ennþá í þessum flokki. Já, í yngri flokkunum er alveg sjálfsagt, sko. Já, og hérna... En sem dæmi í 3. flokki í Akureyri held ég séu að æfa 40 strákar. Já, en við höfum bara séð að auðvitað væri gaman fyrir að vera með 2 lið í meistaraflokki, en bæði er það kostnaðarsamt og mikið af þessum drengjum hverfa hér suður í nám. Já. Ég held að sé bara, það er mjög gott og það hefur hefnast vel hér. Og beint í hausinn á hann. Já, ég held að hann hoppaði upp á móti. Já, það er ekkert hægt að segja eitthvað því, hann verður bara beint í hausinn. Hann fóð bara beint hann upp og... Já, hann hoppar upp og...
Valsmenn eiga hér seinustu og skora seinasta markið. Þetta endar 35-33. Nú bikarmeistarar í þriðaflokki karla í einskis bikar eru KA, þeir vinna hér Val í hörkuleik 35-33. Það sem KA-menn voru reynda með yfirhöndin allan tíman, þannig að það er... Þeir voru bara ákunnir þetta og besta dæminu sem frákvæð sem þeir ná hérna örugglega 4-5 mörkum út. Það er virkilega, þeir voru meira hungraðir í þetta. Já. Nú Bjarki markmaður, hann varði 15 bolta. Sigþór Árni, hann var með 14 mörk. Garðar Már Jóhannsson með 2. Kristján Már með 2. Heimir með 3. Snorri með 6, Atli með 2, Daniel með 2 og Friðrik Svavarsson með 2 hjá Valsmönnum. Þá varði Egill Gunnarsson 1 skot þann tíma sem hann var inn á. Tómas Helgi var með 1 mark, Bjartur var með 7, Agnar Smári með 8, Sveinn Aron með 6, Alexander með 2 og Valdimar með 6 á línunni. Nú Lárus varði eina 8-9 bolti í leiknum og Gunnar Malmqvist var með 1 mark. Og þannig að við gefum þetta yfir hérna niður á Vallandíka. Já. Akkur er þetta fallegur? Hvað er kveikt á hann? En varu til hamingju með þetta, þið voru yfir allan tíman? Já, ég vil meina að stjórna þessu leik alveg frá upphafi. Þeir voru bara einbeittir og tilbúnir og ætluðu bara að vinna þetta. Hundfúlir eftir, já, það ná ekki titli í gær hérna með meistaraflokkinn og vildu bara kvitta fyrir það. Já, þeir voru, mér fannst því það, eins og þú talar miklu betri allan tíman og þeir voru miklu aggressívari og sérstaklega í sóknarleiknum þá voru alltaf að fara maður á mann. Já, við lögðum bara upp með það, við ætlum ekkert að gefa henni sensa, við ætlum ekkert að vera neitt að slaka á og snúsnúa eða eitthvað svoleiðis, við ætlum bara að keyra á þetta og sýna hvað við getum. Við viljum meina við sem að spila mjög persónulegan handbolta, sem að taktík ræður litlu og leikmennir fá bara blómstra og gera það sem þið vilja og ég er með fullt af leikmennum í það. Já, og markmaður hjá þér, hann kom sterkur inn hérna sérstaklega í seinni hálfleik og tekur mikilvæga bolta. Mjög mikilvægur og einna betri leikjumann sem vetur. Hann vant marga góða en þessi var alveg frábær. Gaman að sko leika hérna á stóra sviðinu. Ég óskar bara einilega til hamingju með þetta. Takk fyrir kærlega.
Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr af hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ísskápar? Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld er ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins skuld öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Yep.
No stress, you go there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Njóttu þess að vera heima. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færði meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færir þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu í 1414 strax í dag. Vodafone. Samvinnkinnið, I am number 4. Þau voru 9 sem földu sig allan heim. Hvert þeirra hefur sitt númer. Fyrstu 3 eru dáin. Hann númer 4. I am number 4. Heimsprinsing 18. febrúar í San Diego. Tengir nýða á samhæð.is. Stundum bjart, lífið glas maður, samið lári vitja, sorgir hans. Við sjáum svo dæmi það, að breytir stundastað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. En meira í leikinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta. Come on.